Við ætlum að halda áfram að ræða ástandi í samfélaginu, þennan svona grunum að samfélagi sé einhvern veginn að rakna upp, að það sé meiri einmannaleiki, kannski afrakstur af einstaklingshyggju liðinna ára. Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, hann nú oft komið hingað og skrifað greinar, sem að meðal annars grein í Vísi daginn sem að vakti mikla athygli og tekið þátt í þessari umræðu þetta. Og af því að þú nú búin að ræða þetta svona greininguna á ástandinu og hvernig birtingarmyndirnar eru hérna við rauðaborðið, á því sem að spyrja þig núna bara, ef að það er staðan, að við séum einhvern veginn að missa samfélagið og ekki bara á okkurum stórum level, heldur líka bara í svona venjulegum samskiptum fólks og þetta er ekki bara tæknilegt vandamál í sambandi við farsímana eða við takmörku þá lægist allt eitthvað. Þetta er eitthvað djúpstætt sem er í menningu okkar. Og þá er spurningin, hvað er að gera í þessu? Það er auðvitað ekkert eitt einfalt svar, sko. Samfélagið er samansafn af samhangandi hlutum. En það sem ég hef verið að reyna að benda á er að við erum haldið svona athyglisblindu gagnvart í hvernig við byggjum upp samfélag. Og áskorunin sem við stöndum frammi fyrir og verkefni sem ég er að reyna að varpa ljósi á er hvernig samfélag verður til og hvernig samfélag verður heilbrigt. Og þá verðum við að gera okkur grein fyrir því hvernig svona hversdagslegar og svona oft svona okkur finnst þið réttmætar athafnir okkar móta svo samfélagið. Samfélagið sé smíðað úr félagslegum samskiptum okkar. Já, samfélagið smíðað og daglegum athöfnum okkar sem við teljum kannski ekki vera mikilvægar eða merkilegar, sko. En þegar það safnast uppsöfnuð áhrif þeirra búa til samfélagið. Og við erum haldin svona athyglisblindu gagnvart þessu og það var einhver hagfræðingur sem talaði sko svona tyranny of small decisions, sko, eða svona harðstjórn smávægilegra svona ákvarðana og athafna. Og við svona, gerum okkur ekki endilega grein fyrir því. Þetta er eins og bara með mataræði. Ef við borðum óhollan mat, það er bara voðalega gott og þægilegt að kaupa skyndibitamat, en það hefur neikvæð áhrif á heilbrigði okkar, líka með heilbrigði til lengri tíma er litið. Ég hef verið að tala um þetta í skólunum þegar það er svona auki streymi og fjarkennsla, sko, að því er rosalega þægilegt fyrir alla að bara senda kennslu út í gegnum skjái og allir eru heima hjá sér. En uppsöfnuð áhrif þess verða, fólk hættir að mæta í skólan og þá kannski deyr háskólasamfélagið. Og hefur líka áhrif á fólki sjálft persónulega? Já, fyrir utan það, sko, fyrir utan það. En ég er að tala um svona þessi uppsöfnuð áhrif bara í hvernig byggjum við samfélag. Svo sjáum við þetta líka í bara, hvernig við notum skjái og allt þetta, sko, og bara þurfi ekki að fara í bankann eins og við höfum rætt hérna áður og þetta er allt bara í einhverju appi og allt þetta og þá kvarnast upp úr samskipti fólki í samfélaginu þegar það hittist og tekur þátt í samfélagi með öðrum. Þessu svona tilvinnalega kenndu hversdagslegu samskipti við annað fólk. Já, og við lítum á þessi, þannig við sjáum ekkert endilega hvernig, og áttum okkur ekkert endilega á því, hvernig þessi samskipti og þessi hversdagslegu atburður safnast upp og verða þá einhverju öðru og meiru en viljum halda. Eitt ágætis dæmi, ég er búinn að hugsa þetta síðustu dögum til að reyna svona að skýra þetta. Það er bara bílaumferð. Og þessi sjálfsögðu þægindi sem við erum orðin svo vön í samfélaginu. Þetta á alltaf að vera svo þægilegt og sjálfsagt, mikil einstaklingshyggja, þetta er alltaf að vera gott fyrir mig hér og nú. Og ég er í Garðabæ og er að fara að keyra niður í háskóla á morgnana, og ég fer upp í einkabílinn minn, og er einn í bíl og bara þægilegt og bara rúlla niður eftir. Það er svona einstaklingsbundið þægindi, hversdagslegar athafnir. En í umferðinni þá áttar maður á því að þegar ég er komin af stað, þá lendi ég bara í traffík og lendi bara í umferðarteppu. Það sem að það eru fleiri en ég sem eru að gera þetta nákvæmlega sama. Og þannig verða uppsöfnuðu áhrifin af einstaklingsbundum athæfum okkar sem okkur þykir sjálfsagt að fara í einkabílinn og keyra í vinnuna. Þarna birtast þau okkur. Það verður bara umferðarhnútur sem gera það verkum að ég verð pirraður, ég verð rosalegt fórnarlamb, sko. Hvað er allt þetta fólk að gera hérna? Og ég fer að agnúast út í borgaryfirvöld fyrir að byggja ekki ykkur brýr og veit ekki hvað og hvað, sko. En samfélagi aðlagi sig ekki að einkaþörfum mínum.
Já. Við að ég aðlæði mínar þarfir að samfélaginu. Nákvæmlega, þetta svona einstaklingshyggjan sko, og þannig að sko að það er kannski ágætt að við lendum í þessari umferðarteppu vegna þess að hún kannski ágætið svona birtingarmynd þess hvernig uppsöfnuð áhrif hversdagslegra athafna birtast sko. En ég gerir mér ekkert endilega grein fyrir því þegar ég að agnúast út í umferðinu og borgaryfirvöld í umferðinni, ég gerir mér ekkert grein fyrir því að ég hluta af vandamálunum. Og þetta við allt sem við gerum, það við þurfum að átta okkur á því að hversdagslegar athafnir okkar þegar að safnast upp, þá móta samfélagið sko. Og þá þurfum við að spyrja okkur hvernig erum við að lifa lífinu, hvernig neysluhegðun okkar til dæmis sko. Það sem við neytum miklu meir en við þurfum sko. Við erum að kaupa alls konar hraðtísku fatnað og ég veit ekki hvað og hvað sem er fluttur hérna með einhverjum gámaskipum frá hnattræna þörunu skilur og allt þetta sem hefur áhrif á jörðin okkar og allt sko, þú veist, og það er kannski þessi athyglisblinda sem við þurfum að byrja að átta okkur á hvaða áhrif hún hefur til lengri tíma þegar hún safnast upp. Ja, samfélagið sé byggt á athöfnum okkar í samfélaginu. Það sé til eitthvað, líka við að mér langi til að vitna í Margaret Thatcher sem sagði að það var ekki til eitt samfélag, heldur bara safnhaugur af einstaklingum. Já. Og þá var það hugmyndin að við eigum ekki að ræða hvernig samfélagi á að vera á millum okkar. Heldur eigum við bara, það er bara verið besta samfélagi ef ég hugsa bara mínar langanir og þú þínar og út úr þessu verður til besta samfélagið. Ef við förum að hugsa það hvernig við ætlum að hafa samfélagi á millum okkar þá lendum við ykkur svona vanda. Og við erum náttúrulega að koma út úr nýfrjálsíku tímanum sem var svolítið með þessa hugsun. Þannig að umræðan það hvernig samfélag við vildum hafa á millum okkar hefur ekkert verið svo sterk sko. Nei. En það sér það í pólitíkinu, hún hleypur strax í einhverja svona tæknilega lausnir og á í erfiðleikum með að vera til dæmis að ræða það hvers konar framtíð við viljum. Við frekar að vera að verja okkur fyrir ykkur. Þannig að kannski erum við ekkert svona sérlega vönd í núna að ræða samfélagið sem eitthvað sem við búum til með virkni okkar. Nei. Og það er eitt sko, eins og við varum að tala með einstaklingana, að svo eru það stjórnvöld og fyrirtæki. Hver er samfélagslega ábyrgð þeirra? Og þá eru oft líka kannski svona ótilætlaðar afleiðingar af athöfnum og nú sjáum við að stjórnvöld eru hérna að innleiða tæknina í allt sko, bara krafum rafræn skilríki. Maður kemst ekkert áfram í daglegu lífi nema að vera með rafræn skilríki sem þýðir það að ég þarf alltaf að vera með snjalltæki með mér sem ekkert endilega það sem allir vilja en það er verið að þvinga okkur alltaf inn í þessar lausnir að við þurfum að vera tækninni en hún hefur einhverjar svona safnast upp einhverjar svona afleiðingar þeirra athafna. Það er líka ýtt á þig ef þú átt ekki samskipti við stofnanir og á líka við fyrirtæki eins og tryggingafélög sem er náttúrulega stofnanir þótt þessu einkareknar að það er verið að ýta þér í því að eiga samskiptin á netinu. Ég vil ekki fá því heimsókn. Alveg klárlega, það er verið að ýta okkur í það og bara þú veist samfélag er alltaf að ýta okkur í þessar áttir og bara 2 dæmi, bara hérna smá saga, ég var út í Helsingi daginn með konunni minni. Hún var að ráðstefnu þar og eitthvað. Svo vorum við að fara heim og vorum á hóteli og löbbuðum ykkur 4-5 mínútur á veitingastað og ætluðum svo að taka leigubíl. Og það var leigubílar fyrir utan veitingastæðin. Og á hliðinu á leigubílnum stóð sko stór auglýsing, kostar 35 evrur að fara út á flugvöll. Við tókum leigubílinn og stökkpum við á hótelinu sem tók svona 5 mínútur og fórum svo út á flugvöll. Og svo komum við þangað og þá kostaði leigubílinn 73 evrur en ekki 35. Og þá bara, á hverju það? Já, þetta er bara úr pantar í gegnum appið. Skilur, þá verið að þrýsta okkur í það að downloada einhverju hlaðniður appi sko, fyrir eitthvað fyrirtæki til að fá þessi kjör. Svo komum við á Leifsstöð og fórum í fríhöfnina og ég er mikill svona stuðningsmaður kassa, þar á kassan. Það er svona einhver samskipti og augnsamband og það er einhver svona sameiginleg tilvist. Nú er búið að breyta svolítið þar inni og það er komin fullt af sjálfsafgreiðslukössum í fríhöfninni og bara einhverju 2-3 svona afgreiðslukassar. Og það var bara einn opinn sem sé. Og það var einn afgreiðslukassi opinn og það var búið að setja svona strappa fyrir eitthvað, þannig að það var ekki ætlast til að færi hann. Það var samt einhver þar á kassanum. Og svo er eitthvað fólk þarna sem er að fara, einhver erlendi ferðamann sem er alltaf að fara á kassanum og kemur einhver starfsmaður. Bara eru þau að borga með peningum, paper money, sko bara, nei, þá farið ég þarna. Skilu, það er alltaf verið að þrýsta okkur þangað af yfirvöldum, af fyrirtækjum og allt það, með hugmyndir með eitthvað svona hagræði.
skilur við. Og ég segi sko að samfélaginu miklu meira stjórnað á efnahagslegum forsendum heldur en á manneskjulegum forsendum. Það hefur verið hluti af þessu sem þessu samfélagssáttmála sem hefur verið ríkjandi hérna, sem byggður á einstaklingshyggju. Hann líka byggður á því að leiðin til þess að finna réttu lausnirnar séu það sem hérna, skilvirkast. Já. Það sem arðsam, það sem mest arðsemin. Þannig ef við hérna, reynum að trimma allt niður þannig að oft þannig bara svo sem áða geti grætt mest, þá það raunverulega það sem stjórnar ferðinni. Já. Og það það sem ég verið að tala sko, þarna verða þessir félagslegu töfrar hversdagslífsins, þarna fara þeir þverrandi og þá dregur úr samúðarskilningi og samvinnu og samvitund og öllu þessu sem ég var að ræða. En þannig komstu líka nú punkt að ég segi sko samfélagi í svona ákveðni svona keppni ákveðna póla. Það annars vegar svona sérhagsmuna og almannahagsmuna. Og þetta sem þú varst að minnast og akkurat part hluti af því að sko sérhagsmunir snúast það að það þurfi að spara og það þurfi að græða meira. Og þess vegna erum við sendið í appið í leigubílnum sko allt það og látum gera svona áskrifendur að einhverjum vörum frá fyrirtækjum. Og veit til þess að kannski afslátturinn bara til þess að hlaði niður appinn og sett ekki með önnur leigubíl app og verður háður í að nota þetta og þá skrúaði bara verðið upp aftur sko. Það ekki þannig að þú sett að fá kostnaðar það sem sparast, þú ert ekki endilega að fá það í afslátt. Þetta færðu afslátt fyrst til að lokka því í viðskipti. Já, nákvæmlega. Og svo Volt þegar kom hingað þá gaf það bara að vera rekjað með tapi í einhverja mánuði þá til að fólk voru vandi að panta hjá Volt. Já. Og þetta náttúrulega alveg svo samfélagsmiðlarnir sko, sem að voru bara, þú veist, svona Facebook og Twitter og allt þetta. Nú byrja að selja svolítið aðgang að þessu sko, alveg svona sem komu inn og voru með svona göfugar hugsunir að styrkja tengsl og bæta heiminn, en hvorugt hefur átt sér stað vegna þess að það ekki raunverulegur tilgangur við þeirra. Sko. Þetta fyrst og fremst fyrirtæki á markaði sem snúast það að græða peninga og öðlast völd. Og þá erum við komin með það hvernig þessi sérhagsmunaöfl sem vinna ekkit endilega með almannaheil, þau hafa náð svona tökum á samfélaginu. En annars í fullyrðingum það að þeirra hagsmunir og þínir hagsmunir fara alltaf saman. Já. En það bara virkar ekki þannig sko. Þessi fáið sem trúið því en þannig var það raunverulega innleitt að það væri alltaf sameiginleg hagsmunir því meira sem að fyrirtæki græddi því betra að vera fyrir samfélagið og einstaklinga. Já, en það held ég löngu búin að sýna fram að þetta virkar ekki þannig í reynd sko. En þessi sérhagsmunaöfl þau eru að ná og eru búin að ná samfélaginu á sitt band. Og almannahagsmunir sem sé líða fyrir það. Við sjáum nú bara kannski nýjasta dæmi það sem að ein svona risi á matvörumarkaði á Íslandi farin að dreifa áfengi heim til fólks í heimsendingu. Sem akkurat svona ágætis dæmi þetta, sem eru bara svona sérhagsmunir þessa fyrirtækis en hafa mjög slæm áhrif á almannaheill. Og gegn vilja mikils meirihluta þjóðarinnar. Já, og þetta er bara lýsandi dæmi á hverju staðan hún sem hún er. Og nú erum við að tala hérna samfélagi, hvernig byggjum við upp samfélag. Og þá þurfum við kannski að taka betur höndum saman að krefja fyrirtæki samfélagslega ábyrgð. Sem að þau eru ofta tíðum ekki að sinna, eins og þetta dæmi kannski sýnir. Og bara, þú veist, í tengslu við þetta til að setja þetta í samhengi. Núna erum við að verða vitni alveg hörmulegum atburðum, trekk í trekk. Bara hörmungar einstaklinga, fjölskyldna, fólk bara alls konar, það eru komin hérna morð, barnamorð, sko, sem að maður bara nær ekki orðum yfir. Og Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur og félagsfræðingur var einmitt að tala með þetta í Morgunblaðinu í morgun að hérna, það svona óvenju mikið að gera sem ákveðin merkjum að eitthvað í samfélaginu. Morðtíðni, sko, þú veist, það mjög flókið fyrirbæri og margt sem kemur þar aðra en hún sagði sko það tvennt sem að einkennir samfélög sem að eru fyrt að þessu leyti og eru haldin þessum sjúkdómi, má segja. Annars vegar það mikill ójöfnuður, það sem að mikill sem sé munur milli þeirra rík og fátæku. Það eitt og það sem vímuefnaneysla er mikil, skilur við. Og í þessa umræðu þá þessi matvörurisi að fara af stað með þetta og þetta eru svona uppsöfnuð áhrif á svona starra stigi, ekki bara við sem einstaklingar heldur þegar að fyrirtæki eru farin að
að standa fyrir eitthvað svona og í eigin hagsmunum sem hefur slæm áhrif á heilsu þjóðarinnar, á heilbrigði þjóðarinnar, á sem sé bara, þú veist, á öryggi íbúa þjóðarinnar til lengri tíma, sko. Og við erum algjörlega svona haldin svona athyglisblindu gagnvart þessu og því okkur haldið uppteknum með öðrum hætti, kannski, þú veist, eins og Marx talaði með óbyggum fólksins, sko. Okkur haldið uppteknum í snjalltækjunum okkur og með einhverju afþreying og alls konar dægurþrasi, sko. Og þannig að við sjáum þetta ekki endilega og þetta það sem að ég gerði þessa bók sem til sjáum samfélagið. Og það var einmitt til að reyna að hjálpa lesendum að átta sig á hvernig smávægilegar athafnir, þú veist, okkar, hvernig auglýsingar, hvernig stjórnvöld alltaf, hvernig svona litlar og virka saklausar og kannski ekkert óeðlilegar sem sé ákvarðanir geta haft langtíma slæm áhrif þegar þau safnast upp. Og þess vegna ég að tala við þurfum að sjá samfélagið og við þurfum að átta okkur á bara hvernig daglegar athafnir okkar hafa áhrif á að móta samfélagið og mynda það. Við erum að sjá samfélagið, við líka sjá það frá öðru sjónarhorni. Ég býst við að, ef við tökum bara dæmi af Hagkaup, að þeir sem að stýra því trúa því kannski að það sem er gott fyrir Hagkaup sé það hvernig næsti ársreikningur lítur út. Það er nú frægt og fólk úr viðskiptalífinu bent sjálft á það að það vantar alla framtíðarsýn inn í viðskiptin því að þetta er hort til svo skammstíma í einu að það er þess að skammtíma hagsmunir Hagkaupa séu jafnframt hagsmunir samfélagsins og einstaklingar sem að búa í því og þeir trúa því og það eru heilar dómkirkjunnar í kringum þetta og það er verið að mæla alls konar hluti og peningarnir er mjög sterkur mælikvarði það eykur sko hagnaðinn og svona mikið, þetta er allt saman mælt en síðan ertu kannski með ýmislegt í samfélaginu sem hefur gildi félagslega eins og handaband ef við heilsumst við hittust það er ekki skráð í Hagstofunni og það er ekki skráð í efnahagsreikningana en kannski er það mikilvægasta augnsamband, kannski er það mikilvægasta sem að byggir upp samfélagið hér og þá er kannski velti maður fyrir sér hérna vantar ekki sko páfana og postulana sem halda fram sko mikilvægi þessa samfélags sem að Hagkaup lifir í en kannski hitt samfélagið sem að er ekki mælt og kannski mjög erfitt að mæla og kannski verður svolítið hjómi þegar að vera að ræða gildi þess við hliðin á hinu sem er bara hardcore peningar og heyrist bara ding, ding, ding þegar krónurnar í kassanum að kannski erum við bara búin að missa málsvara þessa samfélags. Já, klárlega, þarna kemur að kjarna málsins, sko, akkurat, sko. Við stjórnumst á skammtímahagsmunum, og við stjórnum líka af því sem er meira mælanlegt og það er auðveldar að mæla peningar í kassanum og efnahagsreikning heldur en heilsu fólks vegna það tekur lengri tíma og óræðara að mörgu leyti og áhrifin koma kannski seinna og sérhagsmun og öflin þau kannski nýta sér þetta. Sko, ég er þeirra skoðunar að fólk í samfélaginu er gott. Ég held að einstaklingur séu góð, það vilja allir vel. Það vilja allir gera gott fyrir sig og sína, hvort sem þeir eru í fyrirtækjarekstri, í þessari Hagkaup eða á Alþingi. Ég held að fólk sé gott upp til hópa. En það sem gerist er þetta að það eru svona mælikvarðar í kringum okkur og umhverfi sem að ýtir okkur í okkur áttir. Fyrir þá sem að eru í fyrirtækjum, þá eru þeir í umhverfi og menningu sem gengur út á þetta að það þarf að sýna hagnað og það þarf að gera þetta ef ég ætla að halda starfinu mínu eða fyrirtæki ætlar að vaxa og það er ákveðin svona mantra í kringum það. Í stjórnmálum er mjög áhugavert svið hvað þetta varðar líka. Stjórnmálin eiga að passa upp á almannahagsmuni. En það er bara ekki þannig. Nei, þeir eiga að passa upp á almannahagsmuni, sko. En vandi stjórnmálana held ég að sé ekkit endilega einstaklingarnir almennt sem eru í stjórnmálum, heldur kerfið. Stjórnmálakerfið byggir á þessu og við erum með stjórnmálaflokka sem að byggjast á því að þeir þurfa að viðhalda sjálfum sér og stækka. Það er atriði númer 1, 2 og 3. Sko. Það að þeir þurfa fyrst og fremst að hugsa sjálfa sig áður en hugsa almannahag. Og núna til dæmis erum við og reyna að lifa frá skoðanakönnun til skoðanakönnunnar. Já, og núna erum við til þess með 3 stjórnmálaflokka sem eru búin að vera í ríkisstjórn sem að ég held að vilji einhvern veginn enginn veri í, sko. Maður heyri það innan stjórnarflokkana, það var einhvern sem vilji ekkert veri í þessu stjórnarsamstarfi. Stjórnarandstöðuflokkarnir vilja ekki þessa ríkisstjórn, þjóðin vill ekki þessa ríkisstjórn. En samt sem áður ætla þessi flokkar að halda áfram til að reyna að efla
eigin hag fyrir næstu kosningar, til að standa betur fyrir næstu kosningar. Og þetta eðli kerfisins og þetta galli kerfisins vegna þess að meira segja aðilarnir sem eiga að passa upp á almannaheill, þeir eru ekki að gera það. Almannaheill, ef við varum að hugsa almannaheill, þá myndum við vera að búa til kosningar bara strax. Rosalega stór mál í gangi og það bara eðlilegt það var eðlilegt ef stjórnin búin að missa traust þjóðarinnar þá eðlilegt að þjóðin velji sér nýja stjórn. Það var eðlilegt, en kerfið einhvern veginn þannig að það ýtir fólki, venjulegu fólki, og ég held að þetta sé ekkert bundið við þessa flokka, þetta á nánast alla stjórnmálaflokka, að þeir þurfa að viðhalda sjálfum sér. Og það bara vandi kerfisins sem gerir það verkum að það ekki endilega sem í best fyrir þjóðina, mann bara að halda kosningar og bara gefa upp á nýtt og bara hvað viljum við og hver staðan og allt það, heldur á að reyna að halda út í þessu til að efla eigið til að standa betur í næstu kosningum. Og þannig bara komið svona frábært dæmi það hvernig sérhagsmunir taka alltaf yfir almannahagsmuni vegna þess að þeir sem eru taka alltaf yfir. Getum við ekki búið til samfélag þar sem meiri gæsla á það að sérhagsmuni fá ekki að valda yfir almannahagsmuni? Ekki til svona eitthvað tricks eða eitthvað aðferðir eða eitthvað svona form og það til dæmis með því að hafa öfluga andstöðu og aðhald og það til ýmislegt til þess í svona fjölbreytilegu lýðræðislegu samfélagi þá ætti háskólinn að vera með aðhald og verkalýðshreyfingin og allt fjölmiðlarnir en svo það kannski meira og minna svolítið veikt í dag. Og það akkurat þetta og þá hvernig ætlum við að bæta samfélagið? Við þurfum að fara í kjarnan. Við þurfum að sjá samfélagið, við þurfum að átta okkur á einstaklingsbundnum athöfnum okkar, við þurfum að átta okkur á hvernig þetta virkar, við þurfum að átta okkur á að stór fyrirtæki á samskiptanum Facebook ekkert að gera heiminn að betri stað, þetta fyrst og fremst til að græða peninga, og við þurfum að átta okkur á að svörin, hvernig byggjum við samfélag, liggi alltaf hjá okkur sjálfum, hvernig við hegðum okkur, hvað við gerum, hvað við kjósum, hvernig við eigum samskipti og einstaklingshyggjan sem orðin mjög ríkjandi finnst mér og skjávæðingin hefur ýtt okkur meira út í svona allt það, hún dregur okkur í sundur, hún dregur samfélagi í sundur og eins og ég segi, við þurfum að fara að gefa meira til samfélagsins en við tökum frá því. Við þurfum að tala meira við fólk. Ekki spyrja hvað samfélagi getur gert fyrir þig, heldur hvað þú getur gert fyrir þig. Já, kannski. Við þurfum að spyrja fólk hvernig við hefur það. Við þurfum að tala við ókunnuga, við þurfum að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi. Við þurfum að taka þátt í björgunarsveitum og íþróttastarfi og öllu þessu. Við þurfum að láta okkur kveðið því. Robert Putnam, frægur bandarískur félagsfræðingur, gerði þessa frábæru bók árið 2000 sem Bowling Alone, keilað einn, þar sem hann var að benda á firringu bandarísks samfélags að það og bara vaxandi einstaklingshyggju, við erum að fara að gera allt ein sem að græfi undan samfélaginu sem fyrirbæri og byggði á þessu að bara þátttaka í félagsstarfi, hún fór niður á við. Við vorum ekki að taka þátt í nærsamfélaginu, nærumhverfi okkar með öðrum. Það sem við tengjumst öðrum, sköpum það sem við kallar félagsauð, social capital, sem að byggir á trausti, byggir á öryggi, byggir á samhjálp og öllu þessu. Félagsauður fer þverrandi og það sem hann var að tala í bók sinni árið 2000 sem hefur allt ræst í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru kannski ekki, það ekki svo leið sem við viljum feta að fara í slóð Bandaríkjana en við erum bara þeirri leið vegna þess að það sem hann var að tala þar í bók sinni 2000 sjáum við allt að gerast í Íslandi akkurat í dag. Þannig við þurfum að læra af reynslunni og átt okkur á þessu að það þetta félagslega sem bara grunnbindiefni samfélagsins, sem grunngerð samfélagsins byggir á en við erum haldin eins og ég segi í athyglisblindu, það sem við sjáum ekki þessar daglegar athafnir okkar að séu mikilvægar, það ekki smælanlegar, það virka réttmætar, jú það auðveldar að gera bankaviðskiptin á netinu og auðveldar að fara í skólan með Zoom en þetta hefur uppsafnaðar afleiðingar og við þurfum að átta okkur á þeim. Þetta minnir mig á, ég bjó skammarstund í París og hafði þá svona áhuga á mat og tók þá náttúrulega eftir því að það eru tvenns konar dreifingakerfi á mat í París. Það er annars vegar það sem við höfum sem eru svona stórmarkaðir og það sem þú lappar inn með kerruna þína og þú sérð aldrei kaupmanninn, þú sérð kannski einhverja dreng eða stúlku sem að vinnur á kassanum. Þú sérð ekki þá sem að framleiða matinn og þeir sem eru á því að tala við þig í gegnum umbúðirnar, 30%
20% afsláttur, engin fita, misa heitir hreisti og maður fattar sig á það mjög fljótlega á því að þetta bara höll lýgingar þar sem það engin sem horfir í augun á þér sem þú áttur í viðskipti við og þegar það komið, þegar svo fjarlægð komin, að þá þetta eiginlega svæði þar sem má eiginlega segja hvað sem sko. Og hins vegar gamla dreifikerfi sem ennþá til í París og víða í Frakklandi og það þannig að þú fer í ostabúðina og skiptir við hjóni sem reka það sem að eru með góð sambönd við Britann og eru með sérstaklega osta þar og smjör þaðan en síðan líka við Byrgja sem aftur með tengst þar. Svo ferðu til sláturarans og þar frá undir götunum og grænmetissalans og þú hittir alltaf kaupmanninn. Og kaupmaðurinn hann hitti sína Byrgja og jáfnvel sína bændur og fleira. Og þá fattar maður að inn í þessari veröld að þar engin síðasta dagsetning, þar engin innihaldslýsing því að þar byggir raunverulega kerfið allt á trausti eins manns til næsta, þetta bara svona traustkeðja sem það en inn í stórmörkunum það búið að rjúfa þessa keðju og þar verður lýgin stjórnlaus og ég ætla aðeins að bæta við þess að ég labbaði frá París til Bordeaux og labbaði gegnum marga bæi og borgir og þorp þar sem að stórmarkaðurinn hafði komið, hann var yfirleitt settur í útjaðri bæjarins, þannig að fólki sem kom úr sveitunum fór ekki inn í bæinn og þar lendi dó miðkjarni bæjarins þar sem hafði verið ostabúð og bakari og slátrari og grænmetisali og allt það. Og svo sá ég það fljótlega að í þessum bæjum var fólki líka bara feitara, vera á sig komið. Af því það þarf allir að fara á bíl yfir í búðina og inn í stórmörkunum ekki verið að selja þér besta matinn, það bara ekki þannig. Það miklu líklegra að ef ég að selja þér fiskinn eða kjötið, að ég get ekki gabba þig því að þú kemur aftur. Ég bara missi þið sem viðskiptavinn. Já, og þú ert að horfa í augun á viðskiptavinnum og standa fyrir þessu. Kannski 1% af fólki sem getur logið og horft í augun á fólki, en ég segi eins og þú, fólk bara almennt mjög gott og bara fæstir ráða við það. Og þannig að slíkt kerfi, það sem svona einhverju á mannlegum skala, einhverju mannlegri keðju, ekki til hjá okkur. Við erum bara inn í stórmarkaðnum þar sem að við sem manneskjurnar göngum inn í kerfið sem hefur verið hannað út frá okkur allt önnum sjónarmiðum mannlegum skala. Þetta ekki svæði sem okkur líður vel í, ekki sem gott fyrir okkur. Þannig að þessi krafa að við sem virkar í þáttakendur, að þá erum við líka inn í kerfi sem umverulega svolítið ómennst. Já, ekki spurning og líka það, ég bæti við, ég alveg sammála þessu, líka bæti við að við erum farin að eiga meira viðskiptum okkur í gegnum skjámiðlana okkar sem eru búin að sem sé muna kortanúmerun okkar og ef við förum í stórmarkaðinn þá borgum við jafnvel með úrin okkar og alltaf þegar það svona lengra á milli þá áttum við okkur ekki endilega á nákvæmlega hvað við erum að gera og kauphegðun okkar byggist á þessu því einfaldari sem hún verður því meira kaupum við. Það líka verið að kræki okkur þar, þannig að vera með kortið sitt í úrinu eða snertilausar skjáir og allt það, þetta gerir það bara merkum við eyðum meira líka og þarna líka... Það líka lakari vöru. Já, og þetta svona fjarlægðin á milli, hún verður alltaf meir og meiri og þetta bara eins og í stríðsrekstri. Þú veist, það eitt að drepa mann í stríði, stingan með einhverju byssusverði eða eitthvað. Það annað að vera eitthvað þar í allt öðru lendi og senda dróna á eitthvað, það verður miklu... Eða verður hersöðingi sem að sigar einhverjum... Já, einhverjum öðru. Þeir sem taka ákvörðuna ekki þeir sem á ívilinu. Nei, en það einhver kannski sem ítir á takka á tölvu sem sendir sprengju á eitthvað fólk einhvers staðar og því lengra sem verður á milli fólks, því minna verður trausti, því ómannúðlegri verður athöfnin og allt þetta og þetta tengist hvort sem við áttu að tala um stórmarkaðin eða bara stríðsátök og samfélagið og kerfi samfélagsins að færast þangað, það verður alltaf ómanneskjulegra, það sem ekki sömu tengsl á milli athafna og afleiðinga og við þurfum að fara að sjá tengsli milli athafna og afleiðinga og ég held að það sé lykilatriði í svarinu sem við erum að sækjast eftir, það ekki einfalt, en að við áttum okkur á þessu og mér finnst núna, ég að vonast til þess að við séum kannski aðeins að opna augun. Oft þarf hörmungar atburði til þess að við áttum okkur og núna hafa þeir verið bara hérna í hrönnum sem gera það verkum að umræðinni í samfélaginu núna mjög sterk. Ég búin að finna gríðarlega
svona fyrir því í mínum málflutningi og fæ bara endalaust að skilaboðum og finn það að fólki finnst samfélagi bara vera á vondri vegferð. Og eins og ég sagði, það hefur týnt sjálfu sér og ég finn rosalega sterkan hljómgrunn með þessu. Ég vona það að við þurfum ekki fleiri hörmungar atburði til að við svolítið opnum augum og sjáum hvað að gerast. Það okkur samt líkt að oft í samfélaginu þá gerist eitthvað, það verður svona mikil umræða svo deyr hún og hverfur hún, sko. En ég bind vonir við það og þess vegna ég hérna svolítið út allt að reyna að tala þessa dagana og það margir að taka upp og margir hafa stíð upp. En við þurfum að sjá samfélagi, við þurfum að átta okkur á athöfnum og afleiðingum, stórum sem litlum og það finnst mér vera svona stóra atriðið. Við þurfum vitundarvakningu hvernig við byggjum upp samfélag. Þú vilt hafa mjög breiða vitundarvakningu að sko samfélagið sé einhvern veginn rakna upp vegna þess að það vefnaðurinn sem að samfélagið ekki búið til úr öðru, heldur vefnaði samskiptum okkar. Og ef við erum kærulaus með það, þá bara rakna samfélag okkur upp. Umræðan svona eins og hefur verið undanfarnir ár og áratugi, þá líklega að þetta leiði út í umræðu einhverjum svona snjalllausnir á tilteknu vanda vanlíðan ungmenna eða aukið ofbeldi. Þú sást að fyrstu viðbrögðum voru bara að setja málmleitatæki við skólaböll. Já, bara plástra á sár. En þú ert að kalla á að nú tími til þess að við skoðum bara samfélag okkar í heild og hvernig það að rakna. Já, og ég held líka að við höfum tækifæri til þess vegna þess að við erum smáþjóð, við erum eyjaþjóð og við erum með þessi hverfi og bæjarfélög og það auðveldara fyrir okkur að vinna í okkar nær umhverfi og nær samfélagi heldur en kannski í stórborgum, það sem að þetta svo gigantíst og bara þessi félagaformlegi svo risalega sterk og stór. Hérna höfum við aðgengi að fólki kringum okkur, við getum búið til félagsauð, við höfum aðgengi að stjórnmálamönnum sem eru bara vinir okkar og ættingjar okkar og í tengslanet okkar og allt þetta, eða sum okkar, skilurðu. Og það þessi 1 gráðu fjarlægð milli fólks, þú veist, það frekar auðvelt að ná sambandi svona almennt séð við fólk. Þannig við höfum kannski meiri tækifæri til að breyta samfélaginu hér og bregðast við þessum hörmungum sem að sko fólk að upplifa með einum öðrum hætti, hvort sem að fátækt, hvort sem að andleg líðan, hvort sem að ótti, hvort sem að öryggis, allt þetta. Og við höfum tækifæri vegna þess að við getum gert ýmislegt. Við getum stuðlað að því að bæta nærumhverfi okkar og byrja á að gefa meira til nærumhverfisins okkar heldur við tökum. Georg Simmel, félagsfræðingur, sagði sem sko félagslindi gjöf einstaklingsins til samfélagsins. En þá þurfum við svolítið að láta aðeins af þessari einstaklingshyggju. Við þurfum aðeins að... Ekki spyrja alltaf hvað fæ ég út úr þessu? Já, nákvæmlega. Taka þátt í sjálfbóli. Þú fær bara betra samfélag. Já. Og við þurfum að sko að átta okkur á þessu að samfélagið verður það sem við látum inn í það, svolítið sko. Þegar við söfnum saman og gerum það, þá getur eitthvað stórkostlegt gerst. Og við þurfum að átta okkur á þessum hlutum. Það náttúrulega líka með virkni í samfélaginu, þá eru fleiri sem eru að taka ákvarðanir hvert samfélagi þróast. Við höfum verið hérna í þessi vikunni verið að fjalla mótmæli og svona, þar sem að mótmælendur til dæmis í andofinu gegn brottvísun í Jasan voru líklega að endurspegla miklu betur samvisku þjóðarinnar heldur en stjórnvöld. Og það fólk náði hérna fram einhverjum árangri í því, þannig að það gerist stundum. Já, og talandi það með bara mótmælendur sko. Mótmælendur eru að sko lyfta grettistaki og geta lyft grettistaki sko. Fá ekki alltaf það kredit sem eiga skilið. Nei, við erum talað um þau sem grafa undan samfélaginu þegar eru raunverulega að byggja samfélag. Já, og eru reyndar bara sko talsmenn þess sem við erum svolítið að tala um, að það þurfi að átta sig og vera að veita aðhald fyrir einhverju sem ekki í almannaheill, skilur við, og mannúð og allt þetta sko. En aðeins að því að hljómar eins og þú sett að mæla til þess að ákvarðan sem teknar svona í augliti til auglitis, að það sé betri. En maður finnur það alveg í samfélaginu, bæði í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu, þá rosalegu þrýstingur á það að ákvarðanir uppbygging kerfisins séu teknar einhvers staðar annars staðar og kerfið eigi að, þú veist, það mikil vantrú á því að kennarar geti byggt upp skólakerfið, sem ég veit ekki hvað
hvaðan kemur svo hugmynd að akkur það svona mikil háski því að þú kannast við þetta. Og ég nefndi það nú að því ég var með, í síðustu viku var ég með mikla umræðum skólamál hérna og þá var verið að tala um launamál og samanburð við almenna markaðinn og þá pröfa ég að segja það við kennara. Veistu akkur fólk á almenna markaðinu með svona stjórnendur í almenna markaðinu fá svona hátt borgað? Það er vegna þess að þeir eru að taka ákvarðanir sem að stríða gegn sko launafólkinu eða viðskiptavinnum. Þeir fá svona mikið borga fyrir að þú veist að taka ákvarðan sem er mjög erfitt að taka. Það er mjög erfitt að vera alltaf að þrengja að sko starfsskilyrðu þínum eða þinna út misum eða hvað sem er. Þess vegna fá þeir svona mikið borga fyrir að gera svona ómannlega þætti. Þannig að við ættum kannski ekki að gera kröfur að kennararnir fengi líka borgað á sama skala, heldur frekar bara, eigum við ekki bara að fara að fólk fái bara sæmilega borgað, en sé að taka ákvarðanir sem eru í frið við samvisku þeirra. Sko. Og líka þessu tengt sko bara við, þú veist, hæstu launin eru fyrir þá sem taka þessar ákvarðanir og snúast peninga, sko. Þú veist, þú fær miklu meiri laun fyrir að vera í starfi sem snýst peninga. Það er oft gegn samfélagshagsmunum. Frekar heldur en að sem snýra að félagslegu heilbrigði, skilurðu, þú veist, og við hefum verið þar, við hefum verið að stjórnast á efnahagslegum forsendum frekar en svona manneskjulegum og ég minnst á í þettum daginn sko bara stytting framhaldsskólans, var dæmi þetta, sem bara hvernig er hægt að spara peninga í kerfinu, skilur, og það var ekki verið að ræða endilega með kennara eða þá sem eru á gólfinu, sko. Þeir andmæltu svo allir, sko. Já. Það kom fram hérna hjá okkur að það var, fyrst þetta var lagt fram að þá var þetta bara gagnrýnt og hlegið út af borðinu. Svo var þetta bara lagt fram aftur og þá var aðeins minni gagnrýni. Svo var þetta lagt fram í þriðja skipti, þá var andið gegn. Og það er akkurat þetta, við erum að taka ákvarðanir sem að byggja á efnahagslegum forsendum frekar en á félagslegu heilbrigði. Og ef við gerum það, þá verður samfélagið firrtara og verra og óheilbrigðara, ómanneskjulegra, skilur við. Og mér finnst þetta svo sjálfsagt að þetta ætti ekki að koma neinum á óvart. Og þess vegna er ég kannski í þessu málflutningi að reyna að vekja athygli á þessu, að þetta félagslega heilbrigði byggir á því að við sinnum því og nærum það og veitum þá virðingu sem það skilið og eins og við segir að tala við fólk í feltinu, skilurðu, sem að hefur skin in the game eins og Nassim Taleb talaði sko. Það, þú veist, en samfélagi er bara í einhverjum ógöngum á forminu. Formið er einhvern veginn ekki að vinna með okkur. En ég held að það sé ekki verk einstaklinga og heldur þurfum við bara að endurskoða hvernig byggjum við upp samfélag, hvernig er form, hvernig eru stjórnmálin, hvernig er menntakerfið, hvernig, þú veist, hvernig er þessu háttað, þessari formgerð sem við lifum í sem einstaklingar. Hún er eitthvað skökk, það er eitthvað að henni. Kannski þurfum við ekki að breyta svona manngildishugmynd okkar að kannski er minnst af mér inn í mér en mest af mér er á milli mín og annars fólks. Og það er það sem að ég get ræktað ef ég vil stækka og verða öflugur einstaklingur. Að þá er það besta leiðin sem ég get gert er að rækta samband mínu við annað fólk og samfélagið í heild. Það er lykilatriði, gefa meira á okkur heldur við þykjum. Og þér finnst þetta mikilvægt, en þér finnst þetta líka áreiðandi. Maður heyri það alveg að þið líkar ekki alveg sko hvert samfélag okkar er að þróast og við erum á tímapunkti þessum nú verðum við að bregðast við. Já, og ég var að gera það bók Sjáum samfélagi og það var einn kunningi minn sem sagði sko mér þykir sérstakt sagðan að félagsfræðingur sjá sig knúinn til að skrifa bók til að sýna okkur á samfélagið til. Skilur við. En það er akkurat það sem var. Ég sá mig bara knúinn til þess að gera bók til að sýna samfélagi verið til og úr hverju það væri gert. Og ég byrjaði á þessari bók fyrir nokkrum árum og hún var að koma út sem gerir það verkefni og núna erum við kannski að sjá allt þetta og þess vegna kemur þetta inn í umræðuna núna. Alla þessar hörmungaratburði sem fólk er að finna og upplifa, skilur við. Þannig og það er kannski svona það sem ég sé mig knúinn til að gera og finnst þér að skylda mín gagnvart samfélaginu eins og það hefði verið skylda ýmissa í háskólasamfélaginu fyrir efnahagshrunið að stíga fram og benda á fílinn í stofunni sko. Og ég er hérna að benda á fílinn í stofunni og bara, þú veist, við höfum félagslegu hruni. Já, félagslegt hrun, við höfum átt okkur á hann. Herru, Viðar, kjærlega ekki verið að koma, alltaf gaman að tala við þig. Takk fyrir. En við setjum hérna áfram og reynum að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni
og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.